Áður fyrir bárust líflátshótanirnar aðallega á netinu en núna orðið meira að fólk gangi upp að manni og hóti líkamsmeiðingum. Þetta segir Íslendingur sem hefur verið múslimi í rúm 40 ár. Sverrir Agnarsson tók íslamstrú árið 1972 og hefur oft orðið fyrir barðinu og hatursfullum ummælum. Já, það hefur breyst verulega. Til að vera á byrjaði hann fyrir tvíburaturna árásinnar. En núna er þetta miklu grimmara. Þetta er miklu grimmara. Þetta er náttúrulega á Facebookinu all verulega og þar fæ ég reglulega svona hatursmeil. Ein skilaboðin hljóma svona: Moskan á teikniborðinu verður áramótabrenna verði hún byggð. Skilaboð til kuflaða klæðskiptingana: heima er best. Íslendingar munu eyða þessari pest eins og öðrum pestum í fæðingu. Hefurðu fengið líflátshótanir? Margar. Og það hefur breyst aldrei, það var meira á netinu og hóta mér öll illu, en núna er meira að menn gangi upp á manni og segi þú ert ekki von á góðu, við komum með kylfurnar. Sverrir fekk þessi skilaboð á Facebook. Sverrir, þú ert skömm fyrir land þitt, arfleið og komandi kynslóðir. Megir þú brenna fyrir það tjón sem þú hefur valdið fólkinu sem þú ert komin af og landinu sem ól þig. Ég er ekki kæruglaður og læti þetta bara afskiptalaust, en það er eitt sem ég er spekjulegur að kæra vegna og er eða undirbúið með þá kæru vegna þess að hann er að kalla mig landráðamann og segja ég þiggi laun frá erlendum hryðjuverkasamtökum. Nadia Tamimi, sem einnig er múslimi, baðst undan viðtali. Hún hefur fengið mörg hatursfull ummæli í SMS-i, til dæmis: Gyðingar munu sigra, drepa allt fólkið þitt, drífa sig til Gaza í heimsókn, araba ógeð. Og sum skilaboðin eru enn ógeðfelldari. Umskorna múslima tussa, ekki bara ljót heldur ógeðsleg og grenjandi í blöðunum, við viljum ekki svona pakk. Sverrir segir að afleiðingarnar af þessum hatursfullu ummælum séu þær að múslimar veigri sér við því að taka þátt í opinberri umræðu. Mikið það og menn ganga aðeins með veggjum svona.